Mig langar að sýna ykkur nýjasta verkfærið okkar í viskubrunninum sem að heitir einstaklingsnámskrá. Þetta verkfæri hannað til þess að hjálpa ykkur að stytta tímann sem tekur að búa til einstaklingsnámskrá fyrir nemendur. Þið finnið verkfærið hér undir kennsla og skipulag og einstaklingsnámskrá. Þetta eru 6 þrep sem þið þurfið að fara í gegnum og þið fáið gervigreindar aðstoð við hvert þrep. Hér inni getið þið sett inn nafn nemenda, kennitölu og bekk, en þið getið líka sleppt því. Og það er vert að hafa það í huga að kerfið okkar mun ekki geyma neinar upplýsingar úr einstaklingsnámskráni sem að þið setið hérna inn. Leið og þið eru búin að fara í gegnum þessi 6 þrep og sækja Word-skjalið, þá hreinsar kerfið sig og allar upplýsingar hverfa af síðunni. Ég ætla samt að byrja á því að fylla hér inn nafn nemanda, kennitölu og bekk og ýta svo áfram. Þá farið þið inn í bakgrunnsupplýsingar, niðurstöður formlegra greininga. Hér ætla ég til dæmis að setja að nemandinn hafi farið í dyslexíugreiningu 2024 og verið þar með alvarlega lesblindu og slaka umskráningu. En síðan koma síðan textareitirnir þar sem þið eruð að setja inn upplýsingarnar nemandann. Þessi textareitir eru hannaðir þannig að þið geta sett textan ykkar í stikkorðum. Ítt síðan á bæta með gervigreind og hún býr til úr stikkorðunum ykkar samhangandi texta sem að þið getið svo skipt út, sjáðu. Hér upprunalegi textinn, hér nýji textinn og ef mér líst á nýja textan þá ítti ég bara á nota breytingu og hann búinn að skipta þessu út. Ég ætla núna að fylla út restina af upplýsingunum og við sjáumst síðar. Þegar við erum svo búin að fara í gegnum alla textareitina í skrefi 2 og 3, þá förum við áfram og núna tekur við val á námsgreinum. Hér veljið þið allar námsgreinar sem þið ætlið að einstaklingsmiða eða gera einstaklingsnámskrá fyrir. Ég ætla hins vegar bara að velja íslensku núna og við förum svo á næstu síðu. Núna hafið þið aðgang að öllum hæfniviðmiðum úr námskrá. Ég ætla að fara hingað og velja miðstigið og við ætlum að einbeita okkur að lestri og lesskilningi og þá opna ég það og þið sjáið að miðstigið kemur hér fyrir þetta, fyrir þennan flokk að koma þessi hæfniviðmið. Hins vegar töluðu sérkennarar það að það væri ekki mikið það að þeir væri að nota þessi viðmið, heldur væri þeir meira að setja inn sín eigin eða notast við stuðningsviðmiðin. Þannig að við settum inn öll stuðningsviðmiðin hérna. Hérna get ég til dæmis farið og valið beitlestaraðferðum og þá opnast flettiflipi þar sem þið fáið undirfærnina eða stuðningsviðmiðin og hér inni getið þið síðan pikkað út þau stuðningsviðmið sem að þið teljið að þið ætlið að vinna með og það er síðan hægt að fara á næsta hæfniviðmið og pikka út þar og það er síðan hægt að fara líka og velja fyrir 1. til 4. bekk og svo framvegis og þegar þið eru búin að velja öll hæfniviðmiðin ykkar að þá farið þið hér aðeins neðar. Hér getið þið sett inn ykkar eigin markmið og bætt þeim við. Síðan veljið þið kennsluaðferðirnar, hvers konar námsmat mun verða, aðrar aðferðir eða athugasemdir og svo fyllum við út eins og við gerðum í byrjun reitina sem eru hér, til dæmis námsefni, mat og aðlaganir. Síðan, þegar þið eru búin að fylla út þessa textareiti, þá setjum við semst bara heiti á námskráni. Þið getið sett athugasemdir og svo settum við inn líka að þið getið síðan óskað eftir hjálp. Ég get farið og beðið gervigreindina að yfirfara námsgreinina og þessar aðlaganir sem ég búin að setja inn og koma með athugasemdir hvað væri vel gert og tillögur að endurbótum. Þið sjáið hérna hæfniviðmiðin, erum að tala hérna vantar mig greinilega mælanleg markmið, námsefni og hún kemur með og ég get síðan þá farið tilbaka í til dæmis bara hlekkjónum hérna uppi til þess að laga það sem að gervigreindin segir að mætti fara betur ef ég vil. Ég get líka sagt bara, ég er ánægður með þetta, ég ætla að halda áfram hérna á yfirferðinni,
Þá er ég komin á sjöttu blaðsíðuna og hér fáið þið allar samantekt hvað þið voruð búin að gera. Og ef okkur líst á þetta, að þá get ég farið hingað og búið til Word-skjal. En takið eftir því að þegar þið búið til skjali þá verður þessari lotu 1. Ég ýti hér á búa til Word-skjal, hún sækir Word-skjalið og ég fer aftur á forsíðuna og allar upplýsingar eru farnar. Word-skjalið síðan lítur svona út og hér eru þið komin með grunn að einstaklingsnámskrá. Það eru náttúrulega alltaf hluti sem þarf að breyta, en þetta er allavega búið að vinna hér töluverðan hluta af grunnvinnunni fyrir ykkur og þið getið svo farið hér inn og leiðrétt og laga það það sem betur mætti fara. Og þið sjáuð allir textin sem ég er búin að vera að fylla hérna inn, er komin inn, hæfniviðmiðin og hér er hægt að fara og setja þetta upp á þann hátt sem að ykkur finnst betra að hafa þetta eða ykkar skóla. Og allur texti kominn og búið að laga að nemandanum. En þetta er einstaklingsnámskráin og vonandi á þetta eftir að nýtast ykkur mjög vel.